Já, þú spyrð mig hvað menningararf Passíusálmarnir hafi skilið eftir, en þeir sannarlega eru miklu meira heldur en það. Þeir eru fyrst og fremst trúarstoð og stytta þjóðarinnar. Alveg getum við sagt, já, minnstakosti frá 18. öld, byrjun 18. aldar, því að þá gerð smá breyting á 2 stöðum í Passíusálmunum og þannig það einhverja svo svæsnustu níðvísu sem hafa verið ortar biskupinn sem að gera þetta, því að það sýnir að þá þegar í byrjun 18. aldar að þá eru þessi sálmar orðin svona mikilvægir með þjóðinni og það ekki bara þegar það verið sungnir á föstunni, sem sé þessa 50 daga löngu föstu, heldur þeir eru líka, sko, einstök vers eru sungin allt árið. Og þess vegna náttúrulega, sko, minnir að sé 823 erindi sem sé í Passíusálmum í heild, þessu 50 sálmum og sem sé, það til dæmis í mörgum tilfellum að þessu fólki sem að ég hef verið að skrá eftir, sko, þegar það syngur, að það kom í ljós að kunni alla Passíusálmur utan það. Hjálpi mér. Og það kunni, sem sé, lögin, jafnvel við á alla, en var ekki tekið upp kannski nema nokkuð lög því miður, en sem sé, það þetta til töluvert mikið ríkidæmi af þessu sem ég hef skráð niður og valið úr sem sé þessu sem var mjög erfitt, þetta er eins og að gera upp á milli platana sinna að í þessa bók, sko. Og þar eru til dæmis lög eins og Guðmundur Ingimundarson söng þau. Ég gat ekki annað en tekið það því að það var engin annar sem söng þá, sko, lagið eftir lagboðunum. Því að maður má ekki gleyma því að, sko, sum lög, flest lagana eru sungin beinlínis beint af lagboðunum en breytt. En svo eru nokkuð lög sem eru komið það langt frá lagboðunum að það er ekki hægt að reka skyldleika til þeirra. Og þá þetta orðin, má segja, bara alveg sérstæð og sérstök íslensk þjóðlög. Og til dæmis, fyrsti Passíusálmur, það maður rétt, það voru 50 manns sem að syngja erindur honum. Því það var líka spyrlarnir, að það var, sem sé, þeir helstu spyrlarnir voru Hallfreður Eiríksson sem myndist áðan og Helga Jóhannsdóttir hjá Árnastofnun og svo Njáll Sigurðsson. Ásamt Reyni Stengriðssyni sem að þeir tóku upp, sem má segja að þeir tóku upp þetta síðast sem tekið verið. Og þegar spyrlarnir sem sé komu og spurðu fólk, já, kanntu eitthvað á fyrsta Passíusálmi? Þá jafnvel þó að kynna alla, þá sunguðu bara úr honum. Og það stendur nefnilega sem forskrift af því lagi, það stendur með himnalag, sem þýðir það að það eru 4 vísur og hvert 8 atkvæði. Þannig að það ýmis lög sungin við einmitt fyrsta Passíusálm, mismunandi. En ég fann þarna sem sé en 5 sem eru byggð sem sé á mjög fornu, getum við sagt, tónlistarstefi, þannig ég valdi það, eins og segi, fyrir þá þennan fyrsta sálm. En ég bara hreinlega ekki búin að taka saman hvað eru margar útgáfur af þessum fyrsta Passíusálmi og hvað margar laggerðir eru raunverulega við hann. En þetta eilíft rannsóknarefni, þessi að skoða þetta allt saman.